svo samin fyrir Steindar Junior sem situr með því að beint á móti mér Beneath You're Beautiful. Klukkan orðin 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan, þriðju daginn og eins og ég sagði þá situr Steindi Junior beint á móti mér. Sveppir ennþá í fríi. Mikið er nú gott að vera hérna. Og Steindir að leysa hann af. Já, það er gott að fá þau. Vertu velkominn. Býtu, vika sinni var það síðast? Já, þetta er fljótt að líða. Maður. Þá vorum við, ekki að pressur að vera núna. Nei, ég get ekki sagt það. Þá vorum við þá jafn okkur eftir þjóðatíð. Þá voru nýkomnir heim og svona, nú erum við ferskir. Já, ég bara sjaldan verið betri en það var afslöpuna helgi og maður bara dansar á rósum hérna. Já, ánægði með þig. Það var ekki afslöpuna helgi á þér? Já, maður fekk sig kannski 2 og 3 og svona bara. Nú, þú sendir mér Akkur er alltaf að koma með þetta. Þú sendir mér Snapchat, þá varstu í partíi heima þér. Nei. Er ég að ljúga þig? Jú, nei, ég bauð 3-4 heim og hendi í smá snakkíti og handa þeim. Eina eðlu? Já, eina eðlu. Það búið upp að eðlu? Það heldur því, hérna, fólk veit ekkert hvað eðla er. Nei. Ég ætla að útskýra það svolítið. Já. Eðla er snakkíti, og þú lætur rjómaost, þú eldfast mót, rjómaostur í botnin, smá svartu pipar, salsasósa, alltaf sterk, og pizzaostur. Inn í ofn í 20 mínútur. Þetta er engin gemvísindi. Sko, ég hef talað um þetta áður. Það var þú sem sagði mér þetta hétti eðla. Ég veit ekki á hverju þú kallar þetta eðlu en ég held sko þegar ég var við spilum rosalega mikið heima á Mæju systur minni og ég dyrka þessi ítífu. Ég held að þetta væri svona eitthvað Mæja Blöndal special. Ég held að hún væri bara með þetta. Svo er þetta út um allt. Þetta er út um allt. Það er annarkur maður að hendi eðlu. En þetta snýst hann svolítið ástina sko sem að setur í eðluna. Þú ert að hendi þetta á nóttinni? Já, ég hendi þetta á nóttinni og ég ætla að segja það. Já, bannað dæmi, en ég er búinn að fitna nokkuð kíló núna. Við kynni það. Já, hún er ekki hotleðlan? Nei, af því að ég var að grípa sjálf með það að ég var að hendi 4. eðluna í sömu viku. Þetta er næstu á hverjum degi sko. Svo fyrir utan að eðlan er kannski ekki alltaf holl, þá ertu að dýfa Doritósun í þetta. Já. Og það er náttúrulega ekkert holt per se sko. Nei, eins og Doritos er nú gott. Já. Pepsi og Doritos, góði tímar. En ég tek á mig auka kíló any day fyrir eðlu. Já, maður þarf stundum maður þarf að fórna fyrir svona góðgæti. Já, maður að tvíta sig. Það er rétt og við erum með frábæran þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Búin að vera duglegir í dag, strákarnir. Við ætlum að fara í hinn vinsæla þriðjudagslið stigaganginn og Steindi Junior, ég veit ekki hvort hann hefur að meina það ekki, en hann ætlar að vinna með vampíru í dag. Hann sé vampíra á hæðinni. Ég er full að trúa því. Það er vampíra flutt inn á jarðhæðina og ég ætla að fara allarleið með þetta. Já, svo erum við með sturlaða staðreyndir. Þú sagðist vera með hvað ætlar að útskýra fyrir mig betur og eftir, eitthvað svipa á sturlaða staðreyndir? Já, ég er með svipa á sturlaða staðreyndir. Ég er með augljósa staðreyndir. Já, okay. Það er að vera mjög skemmtilegar. Hressandi. Á að fara að stela þraumin á sturluðum staðrendum? Ég segi það nú ekki. Þetta er bara skemmtileg viðbót. Ertu að stríða mér á sturluðum? Nei, alls ekki. Þú ert aðdándið þeirra, ekki? Jú, ég er aðdándið þeirra. Ég er gaman að þeim, jú. Ekki bara því út vinnu minn, þið finnst það skemmtilegar? Mér finnst það skemmtilegar. Okay. Svo erum við með nýjan dagskrárlið. Það er alltaf gaman þegar maður kynnir inn nýja dagskrárlið. Hvort sem maður er í sjónvarpi eða útvarpi. Og ég er fulla trú á þessum dagskrárlið. Þetta er fíflaskapur eins og allt annað. Og hann heitir Gettu hver. Þetta er náttúrulega óþolandi. Það er óþolandi. Ég hef oft fengið líka svona veistu hvað, það er eitt sem er meira óþolandi ef einhver hringir og segir, gettu hver þetta er. Það er ef einhver tekur svona utan andlitaður, kemur svona bakvið og tekur svona auðvitað, gettu hver þetta er. Ég veit það ekki, en ég væri til að kýla því andlitið 10 sinnum leið og ég stými við og fatta hver þetta er. Svo er þetta eitthvað, svo giskar eitthvað, já, er þetta hérna Kitty? Nei, þetta er Sindri fíblið. Já, ok, frábært. Hverju kynntist ég þér? Já, hættu þessum ógeðslega leik. En nýja dagskrárliðin heitir einmitt Gettu hver og þá ringjum við í einhver út í bæ sem við þekkjum ekki neitt og tökum þennan Gettu hver. Gettu hver. Það er spennandi að sjá hvernig það kemur út. Já, ég held að geta verið mjög skemmtilegt. Svo erum við með, já eins og ég sagði, sturlaðar staðreyndir og já, þú ert með augljósar staðreyndir og fleiri fasta liði. Herðu, ég var að mynda að tala við á hann. Kannski, bara svona ef við höfum tíma. Þá væri ég alveg til í að skora því í karaokeinu. Ég hef ekki fengið að syngja í karaoke hérna bara í marga mánuði. Ok, það má skoða það. Við Pétur erum náttúrulega búin að setja karaoke og hold. Við erum alltaf með brandrakeppni núna miðvikudaginn. Já, þú mennar? Já, hann er aldrei að vita nema þú fáir að skora með í karaoke. Skoðum þetta. En við erum allavega með helling handa ykkur kæru hlustendur. Það heitir Only Teardrops. Er þetta það? Emily de Forest. Hvað voru varstu spenntur allt í hennu? Já, ég bara kannast eitthvað við þetta. Ég vissi ekki hvaðan. Þetta er ágætis lag. Já, já. Svona þægilegt
allt sem þú veist, það panflauta eða ekki? Já, ég held að. Já, ef það panflauta eða saxafón, þá bara gúddra ég lagið strax. Ertu blúsari? Myndirðu kíkja gott blús? Ég samt svona, þú veist, svona, þegar þú ert í útlandum og sér svona indjánagengi. Spila, veit ekki hvað ég við þið spila með svona panflutum og svona tjekkar að þið þá stoppa ég og tjekka það eitthvað það er eitthvað kósið við þetta kaupist undir diskinn vel gert það er komið að slúðri, kynntinn slúður já, það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð á FM 957 kæri hlustandi sestu nú niður og hlustaðu Ég ætla að byrja slúðu, takk fyrir frábæra kynningu. Ég ætla að byrja slúðupakkan á Simon Cowell. Yes. Hann skeit á sig daginn, ég hef alltaf verið mikill aðdáandi hans, en hann var að batna eiginkonu besta vina síns og það er bara eitthvað rátt við það. Það er eitthvað sem en akkur er þetta aðdáandi hans? Er hann ekki alltaf fúll eitthvað? Nei, hann er svo skemmtilegur maður, hreinskilinn og já, bara, veist, gömlu idol-þættinir, eins og bara sería 2, 3 og svona, þá dýrkaði ég hann, sko. Ég bara, og finnst hann ennþá, hrikalega skemmtilegur í sjónvarpi, en hann virðist vera það sem við köllum að douchebag í alvöru lífi því að þú sefur ekki á konu vinnaðins, það er bara þannig en hérna, þetta er hrikalegt þetta er vibbi og sko ekki nóg með það að hún er ólétt þá er hún núna að skilja við vinn hans og Simon Cowell hefur ákveðið að kaupa bara handinni hús sem kostar tæpa miljard svo að hún búi, svo hún og barnið búi sem næst honum af því að þau eru ekki byrjuð saman. Mér finnst hann ætti að gefa fyrirhandi vinnu sinum hús líka. Já, það finnst mér líka og speedboat og Ferrari. Já. Mér finnst það bara lágmark. Já, mér líka. Þá getur hann kannski farið að hugsa um að fyrir ekki. En hérna, hann er nú samt það að vera að reyna að hjálpa honum hérna eitthvað með að tala um að sambandið að vera búið og eitthvað svona, en þetta er samt steikt, sko. Já. Svo er það meira slúður Ben Affleck, hann fór og heimsótti Lindsay Lohan í meðferð. Og þau eru víst ekkert miklu vinnir en hann ákvað bara að reyna að hjálpa þessari stelpu. Hann fór sjálfur í meðferð árið 2001 og hann fór og hitti hann að í Malibu og útskýrði svona fyrir henni hvernig hann tók á sínum málum og hvernig hann fór frá bara 0 upp í 100. Hann er náttúrulega orðinn eitt svo virtast í Hollywood í dag. Leikstýrði Argo hann valinn besta bíómyndin og ég er bara komin á toppinn og var svona að reyna að gefa einhver ráð og þetta er fallegt af Ben Affleck. Já, ég hef aldrei skilið þetta Lindsay Lohan dæmi, maður er oft hýrt, ég er alltaf að heyra hana. Þetta er ekkert að skilja, hún er bara en er þetta einhver góð leikuna? Hvaða leikuna? Nei, ég veit ekkert hver þetta er. Nei, hún var barnastjarna, hún var náttúrulega í Mean Girls og Herbie Fully Loaded. Ég veit ekki það, ég er með allt niður með þegar kemur að einhverju svona Hollywood-dæmi. Já, hún var svona barnastjarna og úlingastjarna. Já, ok. Svo allt í hennu var hún bara orðin ljósarð og 10 kíló og komin í ruglið, sko. Já. En það er alltaf svoleiðis. Ef þú ert barnastjarna, þá ertu að fara að dælið í heroinu 10 ára seinna. Er það málið? Ég held það. Já. Það hafa ekkert allir farið í það. Nei, en þú sér bara margir. Justin Timberlake var barnastjarna. Já, algjörlega. Macaulay Culkin er endar í tómu. Hann er að dæla bensín í hælun á sér. Þessu spík núna. Hann er all-in, sko. Hann er með drullu sama. Hann er í algjöru. Það er komin Home Alone 5, vissur það? Já, er hann í hennu? Nei. Hann er hættur. Já, getur þér ykkur útigangsmaður. Svo er hérna síðasta slúðrið sem ég veit að þú kemur til með að mjög gaman að. Hérna, Bill Murray. Já, það er minn maður. Já, hann er snillingur. Hann fer reglulega ef það er einhverju sem senda honum tölvupóst og fanmail þessu stærstu aðdáendur hans. Hann náðu til að fara reglulega og poppa óvænt upp í partíum hjá sínum bestu aðdáendum. Ég hef heyrt þetta. Þetta er mjög gott, sko. Það er alltaf til fræg saga Bill Murray að þú veist, þetta er svona saga á netinu, sko. Það var strákur að borða á McDonald's eða eitthvað. Svo kemur bara hönd, tekur fröllu hjá honum, dýfir í tómasósu, fær sér, hann lítur upp, þá er það Bill Murray. Nobody's ever gonna believe you, boy. Það er setningin sem hann fekk. Það er þetta vel gert, en hann er að fara í partí. Þetta er eitthvað sem maður ætti kannski að prófa. Ætla maður að eigi einhvern svona stærsta aðdáanda. Já, ef þú myndir fá svona aðdáanda bara, svona kemur Facebook skilabóð til þín. Já, og einhver myndi segja að ég er stærsti aðdáandi. Já, auðvitað, ég er bara... Þá myndi ég mæti í partí. Er það? Já. Ég ætla að skora hlustendur að bjóða blöð í partí. Ef þú færð skilabóð... Nei, það er svo létt að ljúga þess að. Þú kemur með mér. Já, ég kem með þér. Ef þetta er að ekki að gera það, við förum í partí á laugardaginn hjá einhverjum hlustanda sem vill fá okkur. Það væri enda grjótart, taka eitt Bill Murray á þetta. Já, en við fáum, kannski fáum við ekkert skilabóð. En þess aðdáandi verður að koma aldur þegar ekki, við erum ekkert að fyrir skúffukök og fanta. Við skulum fá hérna Selena Gomez. Og en samt, sko, þinn stærsti aðdáandi er aldrei komið með aldur. Ekki eitthvað sem við kennum það. Þetta er bara eitthvað grekkir, sko.
En fáum Come and Get It. Já. FM 957 og OK-búðin kynna. Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Mertu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakandur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM 957 og OK-búðin fara back to school með fulla einbeitingu. Landsbankinn kynnir We got set up. Where's the money? It ain't down there. Denzel Washington, Mark Wahlberg. He's just gonna let you die. Kvikmynd eftir Baltasar Kormák. No, he won't. Two Guns. Frumsýnd 14. ágúst. Ísland mætir Færeyjum í vináttulandsleik á Laugardalsvelli á miðvikudag klukkan 19:45. Tryggðu þér miða á ksi.is og miði.is. Styðjum strákana okkar. Allir á völlin. KSI. Kauptu skólabækurnar tímanlega í ágúst. A4. Góð, betri, best. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Það er rétt, perform.is. Vil ég koma ykkur í topp form. Þínar vöru þar, kæru hlustendur, þeir að hlusta hér á FM 95 Blö. Öddi og Steindi Junior sem er með mér þennan þriðjudaginn eins og síðasta því að sveppurinn er í frí. Akkurat, og herðu, það er komið að augljósum staðreyndum. Sko, mér finnst núna eins og þú sétt að gera grín að mér. Nei, herðu, akkur fæ ég ekki betta undir? Eitthvað góðan betta, sko. Það er betti. Ok, hann er þetta. En sko, byrju augljósa staðrendir. Já. Nei, ég er ekkert að gera. Þú ert bara með þína sturlaða staðrendir og ég ætla að vera með mínar augljósa staðrendir. Mér finnst þess að setja dissa þá sturlaðar. Alls ekki. Okay. Alls ekki. En er þetta þá bara... Þetta er bara einhverja mjög augljósa staðrendir? Nei, þetta eru bara staðrendir. Já, ok. Þetta eru bara augljósa staðrendir. Já. Alveg eins og þú ert með sturlaða staðrendir. Já, ok. Ég er ekkert að gera lítið úr því. Þú ert ekki að gera grín? Ekki neitt. Nei, okay. Ertu tilbúinn? Já, ég minna. Þú spyr mig alltaf, ertu tilbúinn? Já, ég er klár. Ég er nefnilega tilbúinn. Ok. Það var að fyrsta. Já. Gullfiskar eru ekki úr gulli. Er þetta eitthvað svona full? Hvað meinar Það vita allir að gullfiskar eru ekki úr gulli. Já, þetta eru augljósa staðrendir. Já, þarf að segja þér þá það? Já, meina þetta er augljóst. Þetta er mjög augljóst. Það er mjög augljóst að gullfiskar eru ekki úr alvöru gulli. Já, býtu, ég ætla að halda áfram. Gullfiskar eru ekki úr gulli. Nei, ok, shocker. Þú getur ekki drepið sömu manneskuna tvisvar. Hvaða kjafta er þetta? Þetta er augljós staðreynd. Já. Þetta er augljós staðreynd, það er bara þannig. Ha? Þú ert víst að stríða stjórnlegu staðreynd. Nei, ég er ekki að stríða þér. Ok, þriðja. Þessi er mjög augljós. Ok. Manneskjan sem þú sérði í speglinum er ekki tvíburinn. Þetta er þú. Þá er ég að tala um speilmyndir. Varst að reykja eitthvað gert? Þetta er augljós staðreynd. Ertu að hendi ykkur að pípu eða eitthvað? Alls ekki, þetta eru augljósa staðreyndir. Ég ætla að halda áfram. Hvað er margar? Það eru 6. 6, ok. Númer 4. Ég veit ekki, hvað viltu að ég segi? Ákast ekki að diskutera þetta mitt? Nei, bara svona, þú veist, jú. Okay. Bara, hefur þú einhvern tíma til dæmis haldið að þú værir að horfa á tvíburabróðinn þegar þú horfir í speil? Nei, feskur sko. Ok, þá erum við búin að ræða það. Númer 4. Plöntur borða ekki pítsu. Ég er ekki að tökka, þetta er augljós staðreynd. Það er engin planta í heiminum sem étur pítsu. Engin planta í öllum heiminum sem étur pítsu. Greiði plöntunar, það er besta sem ég fæ. Þetta er reyngarlega fínt að fá sér pítsu. Númer 5. Ís geymist betur í frist en í ofni. Þetta er augljós staðreynd. Já, hver er síðasta? Þetta er augljós staðreynd. Ok, núna, til dæmis eins og í stjórnlegum staðreyndum, sem er svo skemmtilegt, eins og bara nefnum einhverja stjórnlega staðreynd, skjaldböku geta andað með raskatunum. Það er hægt að ræða það. Og þá getur ég, það finnst ég spæðið að þú getur... Nei, við getum alveg rætt þetta. Ís geymist betur í frist en ofni. Já, hann geymist betur í frist en í ofni. Já, hvernig er þetta að ræða? Ímyndar að myndi setja bara ísinn í ofn bara á 200 gráður. Hvað myndi að gera? Bráðum það. Já, mér finnst bara gaman að ræða þetta. Það er bara þannig. Svo var ég að bæti eina hérna.
Óli Geir væri besti körfuboltamaður í heimi ef hann ekki hætti körfubolta. Já, Þegar hann var ég var statusinn hans. Nei. Hann sagði mér í statusinn. Hann var í NBA. Ég ætla að vera betur en þú, ég ætla að vera stökku herri en þú, massari. Ég var reyndar ánægður með samt skilabúðunast til úlinga, sko. Já, en... Með að hætti ekki íþróttum, en... Já, hann væri bestur. Er þetta ekki samt svolítið svona klassíst bara svona djamviskubitt? Þú vaknað þunnur og ég veit ég hefði ekki átt að hætti í fótboltanum að ég væri núna bara með annan fótinn í... Já, ég ætla að hjálpa öllum hinum. Þannig að þetta voru augljósar staðreyndir. Ég ætla að reyna hratt yfir aftur. Bara mjög hratt. Gullfiskar eru ekki úr gulli. Nei, meitt gott. Þú getur ekki drepið sömu manneskjuna tvisvar. Nei. Manneskjan sem þú ser í speglinum er ekki tvíburðinn. Þetta er þú. Akkurat. Plöntur borða ekki pítsu. Nei. Ís geymist betur í fristan í ofni. Óli Geir er besti körfuboltamaður í heiminum. Það var haldið áfram í körfubolta. Nú er hins vegar komið að lagi sem er ekki í spilun hér á FM 957. Ég er að reyna að tróða það inn og þetta er lag sko með hljómsveit sem er miklu uppáldið á mér. Hún heitir Kings of Leon, hljómsveitin, geggjuð. Hefði ég haldið áfram að spila gítar sem ég var að æfa á þegar ég var úlingur, þá var ég búinn að gera mun betri hluti en Kings of Leon. Það var alveg á hreinu. Já, ok. Og lagið heitir eftir nýtt frá það, heitir Wait For Me. Og við fyrstu hlustun þá var maður svona, já, þetta er alveg ágætt. En svo þú ert búinn að hlusta á þetta 2-3 þá er þetta með betri lögum sem ég heyrt lengi. Þannig ég ætla að spila þetta svona næstu 2-3 daga og fá hlustendur til að verða á sama málu og ég. Hér er Kings of Leon með Wait For Me og þetta lag er... Við erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það er Steinun með ykkur til 6 í dag. Steindi Junior og Auðun Blöndal. Sko, ég er dálítið spenntur fyrir þessum nýja dagskráli. Já, við erum sko, það eru 2 nýja dagskrálir í dag maður. Já. Og þetta er dagskrálir sem, já, ég verð að viðurkenna, ég er líka svolítið spenntur fyrir hann. Já. Hann heitir Gettu hver. Já. Það sem er fallegast að vita er að þú ert náttúrulega ekki bara að hringja í, þú hringir náttúrulega bara í einhvern blá ókunna mannesku. Bara einhvern út í bæ. Já. En maður er að leyfa manneskunu svolítið að ákveða hver þetta er. Já. Gettu hver, er þetta Gunni? Og þá getum við að byrja að vinna með þetta. Og eins og Steindi var útskýra fyrir ykkur, kæru hlustundur, þá er þetta ekki flókið, við hringjum í bara einhvern út í bæ, hér í símaskráni og tökum gamla góða Gettu hver og hann á svona að giska hver þetta er og við reynum að þvæla út frá því. Og vilt þú ekki byrja hann að nýja lið, Steindi? Jú, ég skal byrja. Vertu svona alveg pínu pirrandi, já, svona alveg geðstress. Það eru til svo herru við eftir að gera helling, svo þurfum við að búti nýja lið sem heitir Viltu vera mem? Viltu? Það er ekki. Jó, byrjum á Gettu hver. Ok. Og ertu ready? Ég er ready. Halló? Gummi, Já. gettu hver? Ha? Gettu hver þetta er? Ég veit ekki. Jú, gettu? Ha? Gettu? Nei, ég bara hef ekki hugmynd. Gummi, gískaðu, gettu hver þetta er? Halli. Hvað segirðu? Halli. Halli? Já. Nei, einu sinni enn, síðasti sinni. Einu sinni enn. Það út aldrei eftir að geta. Gummi, Já. þetta er samt vinur hans Halla. Já, ok. Ég fekk númerið hjá honum. Ok. Ég hitti í partí fyrir ekki það lengur síðan. Ok. Hitti Frikki. Ok. Og er Halli búinn að segja eitthvað við þig eða? Nei. Nei, ok, ég baði líka hann um að sleppa, ég ætlaði að vera undan. Herðu? Já. Já, þetta er svolítið erfitt, sko. Já. En hérna, sem sagt, við spjöllum reynda lengi saman hann, sko, í partíinu. En hérna, já, ég ætlaði bara að segja þér að hérna, ég var að fara frá konni. Ok. Og ég er búinn að segja Halla þetta líka, sko. Og, já, ég skotin þér. Ha? Ég skotin þér. Já. Já, þetta er... Halli sagði mér að hringja, sko, ég vildi kíkja bara niður í vinnutíðin, hann vildi að ég myndi frekar hringja, sko. Ég veit alveg að þú ert streit, sko. Ég vildi bara segja þetta, það er svona bara að hreinsa andrúmsloftið og þurfum ekkert að gera neitt í þessu, sko. Nei. Þetta er bara eitthvað svona sem ég langaði að koma út. Já, takk fyrir það. Já, það var lítið. En hvað segir kallinn? Bara fínt. Nei, það ekki. Halli nú meiri kallinn maður. Hann drekkur mikið. Alltaf blind fullur. Hann er alltaf blind fullur. Já. En hvað, þú átt alveg að þú kærustu og svona? Já, hver er þetta? Þetta er Frikki vinur hans Halla. Já, það er mitt.
Já, en ég er allavega skotin í kallinum. Já. Ok. Já. Það djöfnir smitast að þetta maður. Herru, veistu hvað er það best á það? Það fór í röggum. Já, veistu hvað er best á það? Típan þetta, gett ekki þetta. Það er æðin maður. Óþólandi tíma. Já, það var æðisleg. Þetta var steikt en virkilega skemmtilegt. Djöfullinn sjálfur maður, þetta er svo óþægilegt. Ég held þetta væri minna mál, svo fór ég einhvern veginn. Já, þú fóst sjálfur bara inni. Já, þetta er nefnilega svolítið erfitt, sko. Já, Þetta er náttúrulega bara einhver manneskja sem þú ert að tala við. þetta var skemmtilegt. Djöfullinn, alveg sikker. Já, hörður. Þetta, Já. getur hver? Hver er þetta? Getur hver? Þetta er hörður hérna. Já, getur hver ég er? Nú bara er ég alveg. Skjóttu pikkaðinn. Haha, Skjóttu. Ég hitti þig í gær. ekki hugmynd. Giskaðu. Ekki hugmynd. Þetta er hættu þessu. Hvað, getur ekki tekið þátt í þessu leikina á félaginu? Ég bara þóð ekki að fara með þetta. Giskaðu á eitt nafn, maður. Á eitt nafn. Þetta er Palli. Palli. Já. Hvernig ertu? Ertu ekki góður? Palli hver? Já, nú heil lengi hóða til að taka þátt í þessu leik. Já. Ertu ekki brattur annars? Jú. Nú ekki, hvernig gengur? Það er ekki bara ákveðlega. Ekki. Er eitthvað hérna, voruð þið búin að plana eitthvað helgina? Helgina? Já. Næstu helgi? Já. Við vorum að spá ég að fara Arnarsöðina. Já, ok, glæsilegt. Ég og Guðrún vorum að spá í bara hvort þið ættum að joina ykkur. Já, ok. Það er ekki ágætt. Það er bara, ég veit ekki það, rúmast að þið sjáðu bara til. Ok, ég verði í bandi fyrir helgi. Það er allavega svona, allavega er þetta stefnan, ég veit ekki hvernig þetta er, svo getur náttúrulega veðrið breyst, ég veit það ekki, sko. Já, Það er ekki gott að vera þarna í miklu roki, sko. Nei, það er bara eins og það er. Verður ekki bara að taka sens með það. Það er enda spá rigning út vikuna, það verður bara að hafa. Já, og það er náttúrulega spennt að vera þarna í miklu roki í norðanátt, sko. Já, ég veit, hún er leiðileg norðanáttin þar. Já, það verða svo gruggu vatnin þarna í norðanáttinu, sko. Já, hann ætlar hann ekki með þig, konan? Hún? Já. Nei, ég reikna að hún kemur nú sennilega ekki með, sko. Þá nenni ég ekki taka Guðrúnu með. Þetta er allavega hana, skal segja þér Eysteinn og Benni heitir hann. Já, ég þekki hann ekki. Nei. En Eysteinn... En einum, sko. Já, hann er náttúrulega alltaf toppmaður. Já. Þannig að við förum bara strákanir. Já, við ætlum hann að vonast til að komast, sko. Glæsilegt, ég fíla það. Ég heyri betur í þér. Já. Við erum í bandi fyrir helgiðunur. Já, ok. Bye. Heyrðu, hann vissi aldrei hver það var. Nei, hann var samt fyrir að dreista mér. Já, djöfull getur þú náð fólkið maður. Þetta er skemmtilegur liður sem er nýbyrjar í FM 95 Blue og heitir Gættu hverju þetta er. Þú þyrftir að fara að vinna í banka eða eitthvað, þú nær fólki alveg, sko. Þetta var helviti. Partí í garðinum á Hressó á föstudaginn. Guskus flytur allt sitt besta efni. Kauptu 10 Carlsberg í næstu verslun og komdu með kvittunum á FM 957 og þú fær 2 miða á Guskus. Ég endurtek. Síðasta Carlsberg partí sumarsins er á föstudaginn í garðinum á Hressó. Guskus og allt þeirra besta efni. Kauptu 10 Carlsberg í næstu verslun og komdu með kvittunum á FM 957 og þú fær 2 miða á Guskus. Athugaður, takmarka magn miða í boði. Þetta kallar á Carlsberg. Réttur. FM 95 Blue á FM 957. Öddi og Sveppi í FM 95 Blue. Ég sendur ísbúð akkur, hann skoði að fá hann frí að nýstar næst. Já, til já. En það er hins vegar komið hér að dagskráleiti sem er fastur í FM 95 Blue og heitir Sturlaðar staðreyndir. Já. Steindi kom með fyrir í dag augljósa staðreyndir. Varstu ekki ánægð með það? Jú, mér fannst það reynda alveg skemmtilegt. Ok. En svona, mér fannst pínu eins og væri að gera grína Sturluðum staðreyndir. Nei. Ég veit að hún var samt ekki að hún sagði mér það. En það er samt mjög tilgangslegt að lesa augljósa staðreyndir. Það er bara eins og að segja bara núna, það komið augljósa staðreyndum, ég er með 2 augu. Já, þú meinar. Það er náttúrulega samt, það er ekki allir með 2 augu. En fannst þér ekki fyndið að Öndur borða ekki pítsur? Jó, ég var enda mjög ánægður. Gaman að heyra það. Þú veist, maður er ekkert alveg með það á hreinu. Nei, maður var svo sem ekki viss. En ert þú tilbúinn í sturlaða staðreyndir hins vegar? Ég er tilbúinn, já. Svo er það stigagangurinn sem er hér rétt handað við hornið. Já. Og hvað, þú ætlar að vinna með vampíru þar eða? Jú, ég ætla að vinna með vampíruna þar. Það er bara líka minn uppáhalds dagskrárliður. Heldur að sé einhverju að fara að kaupa það, þá ringir ég eitthvað stigagang. Heldur þú náður að ljúga einhverjum að sé flutt vampíra á stigagang? Já. Okay. Ég get lofa þér, ég ætla að ná því í gegn. Okay. En þegar klukkan slær 5 á þriðjudögum, þá er ég alltaf með stilt á stigagangin.
Þetta bara minn Hann oftast það leiti, sko. Já. En ertu tilbúin í Sturlaðar? Já. Það eru greinilega ekki þitt uppáhalds. Jú. En þú ert tilbúin, Steindi? Ég tilbúin. Hlustendur eru tilbúinir, ég heyri það og ég finn það og þá byrjum við. Kvenkyns skötur, borðar skötu? Ég svona, mér gaman að smakka hana. Já, þú virkar nú svona eins og borðir allt. Kvenkyns skötur geta geymt sæði í sér og það geta geymt sæði. Kvenkyns skata? Jú, kvenkyns skötur geta geymt sæði í sér til lengri tíma og ákveðið hvenær þeir vilja verða óléttar. Þetta er náttúrulega bara ógíslegt. Þetta er alveg magnað. Þetta er náttúrulega bara viðbjóðslegt. Af hverju er það ógíslegt? Hvað meinarðu? Að kvenkyns skata getur verið tróðfull af sæði eins lengi og vill. Spáði ef þetta væri líka svona ef að konur getur gert þetta. Það var það svona, þú getur lent í smá bobba þá. Fattur þú? Já. Þá getur hún kannski bara eftir... láta að vita, ég er ennþá með sæðið, þinni veist. Þannig að ég bara... Þú hlýði mér eða ég eignast eitt kút eða sko. Já, bara þú veist það, ég er ennþá með hérna. Já, ég veit það. Já, þú ert ekki tilbúin eignast plat. Nei, haga þér þá. Þannig að líka kannski bara eftir að þau eru hætt saman, fara allt inn í símtal. Auðun, já. Herðu, manstu hérna... Ég leik hérna á bakinu með lappirnar upp á lofti. Þetta er að gera, skallið minn. Þú er ekki átt að hætta með mér. Bara, ha? Það verður meðlag. Já, ok. Okkur finnst þetta svo fyndið. Haldum áfram. Já, næsta. Upp í lofti bara í gemstanum. Þú er ekki átt að hætta með mér. Okkur, að þú ert að vera banni. Hvað, ég hætti saman fyrir ykkur 2-3 árum. Ég veit að ég skata. Ok. Meðal manneskja missir sveindóminn eða meidóminn. Á svona meðaltalið er 17 ára aldur samkvæmt risakönnun sem er búið að gera allan heim. Já. Þannig að 17 ára, það er svona meðalaldurinn, þar sem að fólk missir svein og meidóm. Hvaða tölu varst þú að vinna með, Steindi? Þegar ég misti sveindóminn? Já. Ég var í 9. eða 10. bekk, ég man ekki hvað er gamall, 16 ára. Já, 15, 16 eða 17. Já, 15, 16 eða 17, menna 17 þá ertu komið bílpróf, varstu búin að keyra þér? Nei, ég var eiginlega ekki 17. Að þú hjólaðir í þennan drátt. Veistu, ég ætla samt að segja reitt, ég ætla bara, þú veist, ég opna mig svona í útvarpinu, sko. Já, er það einhver rosalegt feimnismál? Nei. Ef maður orðin 30 ára? En það er náttúrulega feimnismál að fara eitthvað nánar út í það, hjá mörgum, en ég ætla að gera það. Nú, það er að lýsa þessu? Nei, það mun ég aldrei, jú, nokkurn veginn. Það sem gerist sem ég var það, að ég er að tala einhvern sem er með hjartslátt, sko. Þetta er ekki eitthvað svona uppblásið. Hvað meinur heldur ég að vera með eitthvað uppblásið? Ég veit það ekki. Þú ert að fara að lýsa þessu eitthvað? Nei, þetta var bara manneskja. Já, ok. Og heyrðu, já, og það sem sagt var, lag, var eitthvað svona, var Exhibit, Paparazzi, maður þetta því lagi? Já. Það var í gangi þegar við byrjuðum. Nú, ok. Og það var í gangi þegar þetta var búið. Þetta er samt ekki langt lag. Nei, þetta er bara 3 mínútna lag. Þetta er bara störtlu staðrind. Já, það var eitthvað svipaði mér, þetta var svona gone in 60 seconds, sko. Svo er það hérna næsta. Þannig að þið vitið það þarna úti strákar, það er engin pressa. Því lengur sem þú horfir í spegil, já, þetta er svolítið góð staðrind. Því lengur sem þú horfir í spegil, því ósáttari verðuru. Og hérna verið að skora á fólk að horfa ekkert mikið lengur í spegil en svona 3 sekúndur eftir allt er klárt. Fattur, segjum út kannski að gera bindisnút eða eitthvað, þá ertu náttúrulega að horfa lengur. En hann er skakkur og starir. Já, nei, svo bara ef þú ert tilbúinn og byrjar að horfa á sjálfa þig í speglunum, bara andlitið þér, ekki að horfa mikið lengur í 3 sekúndur því að það byrjar að... Það er náttúrulega líka þannig. Þetta vel við þig, Steindi, því að þú elskar að spegla þig. Já, því að ég sko málið það. Ég veit líka alveg að þú veist, þú ert að horfa á í spegli, þá ertu nokkrum sentimetrum frá þér. En þegar þú talaði fólk er það yfirleitt allavega meter frá þér. Já, það sér þig ekki svona og það er ekkert sama lýsing og svona. En ég get verið fyrir fram að speilina, kropp í eitthvað svona. Það er óþolandi. Ég get verið að laga mig endalaust. Svo er það hér næsta, allur peningurinn sem er í gangi í heiminum í dag er ekki nóg til þess að borga skuldi Bandaríkjanna. Já, allt niður sig. Já, þú myndir taka bara allan peningin sem eru umferð allan heim í dag. Getur þess að peningur borga skuldir Íslendinga? Já, léttilega. Aha. Já. Við erum allt okkur. Já, við erum ekki í sama ræsi og Bandaríkjamenn. Nei. Svo er það hér, sportdrekar geta sleppt í að borða í rúmt ár. Það varst með magna, það finnst bara mögnu staðrind. Mér varst þetta magna þegar þú varst að tala um speilin. Já. Að þú veist, maður svona, hvað varst að tala um? Að maður geti eitt... bara ekki að horfa mikið lengur 3 sekúndur. Já. Þegar ég var með áðan augljósa staðrind.
ef þú horfir sem sagt beglinum, þá þetta ekki tvíburabróðin, heldur þetta þú? Já, ég veit að þú ert búinn að segja augljósstaðarinnar. Nú erum við stjórnum. Mér fannst það bara að vera svona líkar eitthvað. Okay. Það voru speglar í þessu og... Já, en hvernig finnst þér að sportdrekar geta sleppt í að geta í heilt ár? Mér það eitthvað svona að verði þægilegt fyrir þig. Já, það væri fínt. Það svo mikið að gera þér. Já, og líka bara svona. Reynda þú nú ekkert lengi að renna þér í lúgun og hendi þér 2 pullum. Nei, 2 slöngum. Já. Þetta er uppáhaldsmaturinn minn. Svo er það hérna næsta, maginn á þér, hann róðnar líka þegar þú róðnar í framann. Sturlu staðrind. Já. Ég hef aldrei róðnað að bera ofan. Nei. Jú, eða hvað? Ég held að ég róðni bara ekkert mikið, sko. Jó, ég sé þér róðna. Aha. Já. Svona fara hjá mér. Já. Já, maður róðnar kannski ekkert beint. Maður verður ekkert eitthvað eldröður í framann. Nei. Næsta, þessi hérna líka, þessi er mjög góð. Glyn Wolf hefur gift sig oftar en nokkur annar eða 29 sinnum. Já, þetta er náttúrulega bara veiki. Þessi Glyn Wolf, hann hefur gift sig 29 sinnum. Ok. Þetta er steikt maður. Það er náttúrulega bara sikalegt. Það er bara allt mikið. Já. Og svo er það hér, tippastækkanir eru fríar á Kúbu. Já. Eru þeir eru með svona litla tilla bara? Ég bara veit það ekki. Ég hef ekki komið til Kúbu, því miður. Já. En ef menn vilja láta stækkan, þá erum að gera að skemmta svo Kúbu. Fljúga til Kúbu. Það var nú bara, það er bara pæling. Fljúga til Kúbu maður, taka Havana og vera í sól og sumar og pumpa á sér drasli. Ég var hrikalega til að koma til Kúbu, en það er ekkert að því ég vildi láta pumpa á mér tippið. Nei, þú myndir gera það bara í leiðinu, mætir heim með svakalegan. Eða ekki? Virkar þetta eitthvað? Nei, ég veit ekki. Eru menn svona öllu ganni slepptu núna, ekki reyna ára fyndin. Eru menn að fara í svona pumpur og þetta bara virkar og stekkar á þér félagana? Ég veit ekki, en það kemur í ljós. Við kíkjum til Kúbu. Já, Kúba, here we come. Það eru 2 eftir, þessi hérna er mjög áhugaverð. Ég er að verða gríðalegur aðdáandi þessara dýra. Skjaldbökur, það er mýgað með munninum á sér. Og bara það. Já, það er eitthvað töffið. Það getur líka andað með raskatinu, sko. Já, skjaldbökur getur andað með raskatinu. Og mýgað með munninum. Það er eitthvað steiktu og lendir í því bara, hvað er þetta hrækja gamli eða er þetta pissa? Þetta er svolítið 50-50, hvort að hlustendur séu að vera gáfaðri við þessa punta eða heimskari. Er það ekki? Það er sumar staðarindir hjálpa, aðrar eru bara steiktar. Okay. Og hér er síðasta sturlaða staðarind dagsins. Það er hvergi í dýraríkinu jafn mikil samkynhneigð og hjá karlkyns leðurblökum. Það eru víst mjög gay. Karlkyns leðurblökur. Hvað segir þetta okkur Batman? Þetta segir okkur hellingum hann. Já. Ríkur maður í leðurbúning. Þetta voru sturlaða staðarindir. Hvað fannst þið best í dag? Mér fannst tippastækkun á Kúbu og mér fannst Spegillinn. Hann höfðaði svolítið til mín, sko. Ég get alveg bondað við það. Ég get stundum alveg gónað í spegil í marga mínútur hann í frút. En eftir hvað er þetta að leita? Og þeir mjög reiður út, ósáttur við mig og lífið og allt. Mínu uppáhalds var með, kvenkyns götur. Það geta gengt þetta sæðið, það var eitthvað steikt. Landsbankinn kynnir. We got set up. Where's the money? It ain't down there, I guarantee you that. Denzel Washington. Mark Wahlberg. He's just gonna let you die. No, he won't. Kvikmynd eftir Baltasar Kormák. Two Guns. Frumsýnd 14. ágúst. Það er gott að borða góða mat, en Dominos og Hrefna Sætran bjóða þér að ganga skrefinu lengra. Dagana 12. til 16. ágúst verður hægt að fá sælgera pítsu með öllu því besta. Öll salan rennur óskipt til regnbogabarna. Það verða því allir sattir og sælir, líkamlega og andlega með því að styrkja gott málefni. Pantaðu með appi á netinu eða síma 58-12345. Dominos. LG Optimus G snjallsíminn er sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Ert þú búinn að skoða hann? Hann er nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið er gott. Er röðin komin að þér að vera heppin? Það eiga allir sinn dag. Víkingalotto. Alltaf á miðvikudögum. Landsbankinn kynnir kvikmynd eftir Baltasar Kormák.
Denzel Washington, Mark Wahlberg, True Girls, frumsýnd 14. ágúst. Það verður bara allt miklu einfaldara með iPhone og iPad. Epli, Laugavegi og Smáralind. Epli.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogur. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Öddi og Steindi með ykkur í, ekkert allan dag, til 6. Já. Og það komið að dagskráralið sem virkilega vinsæll hér á þriðjudum og hann heitir Stigagangurinn. Mínum uppáhalds dagskráralið. Já, þegar þú ert að hlusta sjálfur í bílnum, þá hækka ég alltaf. Þá er þetta þitt uppáhald. Alveg, ég missi ekki af þessu. Ok. Það er Stigagangurinn og sko, þetta finnst mér líka bara skemmtilegast. Að hringi í eitthvað fólk og bara bulla. Já, þetta er svolítið steik og hvað ætlum við að vinna með í dag? Ég er að spája að saka einhvern partistandi eða eitthvað, sko. Já, sko, ég ætla að vinna með svolítið sérstakt topic, sko. Ég ætla að vinna með vampíru. Það sé komir vampíra á jarðhæð. Dreftu mig. Hvað heldur að sé ykkur að fara að kaupa það? Nei, ég held ekki. Við erum að sjá til, ég veit það ekki. Heldur að sé ykkur að fara að kaupa það? Það sé komið vampíra á... Hvort finnst þið betra? Sé vampíra á jarðhæðinni eða það er uppvakningur á annarri hæð? Ég bara, þetta er jafnsteikt. Þú mátt velja. Já, bara, þetta er þín jarðarför, þannig að farð þú bara í þetta. Ég tek vampíru. Ok, viltu karllega konu? Ég er búinn að finna stigagang. Ég væri helst til í mjög, mjög gamla konu sem heyrir eða ekkert hvað er að segja. Það er samt, það er ljótt. Ok, þá bara, þú ræður. Samt konu, bara unga konu. Hvað heitir hún? Hún heitir Guðbjörg. Ok, getur þú sagt mér hvað einhver annar í blokkinu heitir? Svo getur sagt eitthvað svona, heitir Gummi hérna. Já. Hvað heitir einhver annar? Það er Gummi, Guðmundur Sigurðsson. Guðmundur, ok. Ég er Gummi og ég er að hringja í Guðbjörgu. Já. Halló. Já, Guðrún. Halló. Guðrún mín. Já. Sæl og blessuð Gummi hérna minn. Þetta er Gummi hérna minn. Hann Gunni, hennar Láru. Já. Já, blessaðu Gunni minn. Hvað segir þið þá? Ég segi bara allt svona þokkalegt. Já, frábært. Heyrðu, ég er búinn að vera svolítið þarna í blokkinni hjá þér. Nú? Já, og bara, félagið minn býr þarna. Félagið minn býr í blokkinni hjá þér. Já. Ég er búinn að vera svona með annan fótinn þar. Já. Sko, mig grunar að sé ekkert allt með feldu þarna á jarðhæðinni. Hvar? Þarna niður á jarðhæð. Nú? Nei. Mér finnst... Já. Nú, með hvað ertu að tala um? Ég er að tala um hennan hérna dularfulla. Mér finnst eins og að sé sko... Ég heyri svo eitt lífið Gunni það nú alveg með. Nú, já, heyrðu núna? Já. Já, mér finnst hann bara vera eitthvað svo dularfullur hérna, þessi hérna neðstu. Já. Ég er farin að halda hann sé vampíra. Ég held hann sé vampíra. Nú? Já, hann er alltaf eitthvað... Ég veit ekki, hefur eitthvað séð hann á daginn? Nei, heyrðu, býttu, segðu mér ekkunni. Já. Það eru margar íbúður á neðri hæðinni. Já, ég er að tala um hennan sem er í skikkjun alltaf. Ég er að tala um hennan sem er með vígtennurnar. Sem er með hvað? Með vígtennur. Hann er svona í skikkju og svona. Já. Hann er, ég veit ekki, mér finnst eins og að sé alltaf eitthvað svona að rápa eitthvað á nóttinni. Nú? Já. Hvar er þessi kunningi þinn? Hann er núna bara hérna á annari hæðinni, sko. Annar hæðinni? Já. En finnst þér ekki... Nei, en segðu mér eitt. Já. Í hvaða íbúð er hann? Hann er hérna, ég man ekki alveg hvaða, ég veit ekki hvað íbúð er. Hann býr bara hérna á jarðhæð, sko. En hvað er vinur þinn? Hann er á annari hæðinni. Og í hvaða íbúð? Hann er í 5. Finnst þér þetta ekki dularfullt með hann að manna þarna niðri? Ég veit ekki. Nú með hvað ertu að tala um í krummahólunum? En heldur þú að sé líklegt að hann sé vampíra? Nei, nú með hvað er þessi kunningi þinn í krummahólunum? Hann er, ég manna bara ekki alveg akkurat núna, sko. Ég kannast ekkert veita, sko. En heldur hann sé að sjúga blóð þessi maður, eða? Ég veit ekki, minn alveg. Ég veit ekki hvað mann út að tala um einu sinni. Heldur hann sofi í kistu og allt þetta? Heldur þetta sé bara svona dæmiger vampíra? Ég veit ekki hennar mann. Nei. Og ég fatt ekki hver þetta getur verið. Það er svo margar íbúður á neðri hæðinni, á fyrstu hæðinni. Já. Ég, sko, veistu, ég er alveg farin að hallast að því að fara bara með hvítlauk hérna og setja bara útidyrahurðina hjá honum. Já. Eða brenna kross. Þú ert ábyggilega ekki að meina blokkina sem ég bý í. Nú, veitu, já. Hvað heitir gatan? Er þetta ekki nummer 6, jú? Jú. Já, akkurat. Já. Þetta finnst mér svolítið förulegt, sko. Svo syndist mér að sjá hann fljúa.
Ég bara veit, ég veit eiginlega ekkert fólki hérna í húsinu. Nei, Helst að ég mætti í lyftunni sem ég veit það. Já, hefur hann eitthvað verið blóður í framann í lyftunni? Nei, ég hef aldrei séð. Ég veit ekki hvaða mann þú ert að tala, sko. Nei. En það ert að smíða eitthvað svo leiðis? Já, ég er bara svona, jú, bara, en bara... Þetta hjálp honum? Já, maður getur bara ekkert sofið út af hérna, bara þessari vampíru, sko. Maður veit ekkert hvað hann tekur upp á að gera, sko. En, já, annars held ég að það sé bara, já, þetta er... Ég veit ekki hvað þetta tala, sko. Nei, ég hérna, algjörlega, ég ætla að heyra í félaga mínum. Hefur þú talað við húsvörðinn? Nei, veistu það, ég er nú bara að held að hann sé varúlfur. Ég ætla ekki að tala við hann. Nei. En ég heyri betri í þér. Já, ok. Já, bæ. Já, flott. Hvað, þú veist akkurat konuna sem hún varst að leita að. Herru, þetta var æðislegt, maður. Já, hún bara vissi ekkert hvað þú varst að tala, en henni fannst ekkert voðalega skrítið að þetta getur verið vampíra. Nei. Og húsvörðurinn var hún. En, þetta var svona eindar eftir kona herrist mér. Já, við hringjum aftur í hana. Já, það er maður að láta hann vita, þetta hafi ekki verið Gunni. Ég er reikalega gaman að þessu, maður. Já. Ég gæti gert því alltaf dag. Ég tek mitt símtal hér eftir smáfáum eitt lag. Hér á FM 95 blöð, á FM 957. Steindi tók stigaganginn hér rétt áðan og, fór að rugla með vampíru. Ég held að það myndi aldrei ganga, en hann náði því einhvern veginn. Já, þetta gekk. Ég er að spá að taka bara eitt svona klassíst, ég er að spá að tengja 2 nöfnina. Já. Ringja annarkvort hérna í þessa stúlku hér sem heitir Helena eða hérna sem heitir Helga og saka aðra þeirra, fattaru, partístand. Já, og bara eitthvað vesen og leiðindi. Það er ekki svona eitthvað típist. Ertu bara búin að fá nóg? Þú ert bara hótað að flytja og... Já, bara orðin pirraður á þessu. Já. Segum bara hérna. Kompani Ásta. Ásta? Já. Þetta er Brandur hérna. Blessaður. Hvað segirðu? Bara alltaf fína. Það ekki? Jú. Ég ætla að tjekka, ég er orðin svo pirraður á henni Berglindi í stigagangum hjá okkur. Nú? Já, það er eitthvað djöfisins partístand á henni. Þið nú er? Hefur ekki orðið varfið það? Nei, byrju. Ertu að ringi í rétta manneski sem ég hérna bara? Já, ertu ekki í grumólunum? Jú. Þetta er Berglind. Já, það er eitthvað djöfisins vesen á henni núna held ég. Er hún hætt með stráknum, veistu það? Ég verð ekki verið neitt, ég er alveg... Í alvörinni? Ég bara... Já, hún er að gera okkur alveg geðveik. Æ. Svo var ég að heyra núna, ég er að hlera nokkra í stigagangun, ég var að frétta að hann var að brugga landa þarna, sko. Ok. Já. Hérna, nú veit ég ekki neitt, Valgerður hérna við hliðina á mér. Kannski, viltu rappaðu hann aðeins? Já, spurðu hann, hefur hann orðið verið einhverja landasölu þarna hjá henni? Veitu, bara rétt á síðan, veitu. Halló. Sæll og blessaði bara Brandur hérna. Já, blessaður. Hvað segirðu? Ég er bara nokkur þess. Herri, ég var að tala við hann og konuðinu hana Berglindi. Hún er að gera okkur alveg geðveika núna. Nú, bitu. Ég var að frétta það að hún var að brugga landa. Hún var að brugga landa, ok. Já. Kalla það ekki á húsvund? Ef það er satt, þá náttúrulega, ég bara veit ekki, til dæmis það er ekki ólulegt að brugga fyrir sig sjálfan, sko. Nei, það er, ég held þetta sé ekkert bara eitthvað landabrugg í gangi. Síðastir í sána var hún ólétt með glóðuröða. Já, ok. Ólétt með glóðuröða? Já, það virðist vera eitthvað vesen hérna í gangi. Já, ok. Veistu ekki hver þetta er? Nei, ég þekki ekkert alla í blokkinu. Við erum alltaf bara búin að búa þarna í eitthvað tætt 2 ár, sko. Já, ég er að tjekka bara á nokkurum hérna. Við náttúrulega höfum lent í vesenu með hann áður. Við þurftum að láta henda sefferhundunum hennar út á sínum tíma. Já, ég menna þú náttúrulega má alveg kalla til húsunds út af þessu. Það er alveg... Já, en er ykkur persónuna, er ykkur sama ef að vera að brugga landa hérna í stigaganginu? Þannig, ég svona, get mér ekkert rosalega mikið upp við það, sko, ef þetta er fyrir hennar, en ef þetta er eitthvað meira en það, þá náttúrulega má það ekki, sko, ég veit að svo er þetta líka bara attitútið í henni, ég myndist... Það er eins og allt annað mál, sko, það er allt annað mál. Ég myndist eitthvað á þetta við hana og hún bara svona, hún rækti nú ekkert á mig, hún tuffaði svona rétt hjá mér. Ég kem ekki alveg hvaða manneski þetta er, ég kem því ekki alveg fyrir. Mætir hún á húsundi og svona eitthvað? Nei, hún er einu sem mætti, þú er örugglega síðan í stigangum, ólétt með glóðuröða. Já, ég kem því ekki fyrir mér, sko. Nei, oftast með rettu líka, svona lafandi í neðra munnvikinu. Já, ok. Veistu hvað, ég held líka, sko, hérna, maður ásá sem ekkert að vera, þetta er svo sem bara getgátur í mér, sko, en ég held líka hún sé að sofa hjá konu. Hvaða máli skiptir það? Hún er náttúrulega kona sjálf. Já, það bara skiptir engu máli. Ég sé ekki að skiptir neinu máli.
En þá náttúrulega er hún lessa. Já, hvað með það? Nei, nákvæmlega, svo sem ekkert að því kannski. Nei, ekki neitt, en ég meina, En þá eru það báðar lessur. Ég gerir mér fulla grein fyrir því. Já. En mér finnst þetta allt bara eitthvað svo skrítið. Þetta er aðalega attitúti í henni. Já, auðvitað, ég meina, þú veist, en þú mátt alveg kalla til húsundar ef þú veist, Já, mér finnst nú alveg ástæða til að kalla til húsundar ef við erum með sko ólétta lessu með glóður sem er hrækjandi á fólk og brugandi landa. Það er ekkert mál. Já, glæsilegt. Herðu, þá bara verði ég í bandi við vinnur. Já, ekki takk. Ok, bye. Þetta var, og ég komið nú miklu bull þarna maður. Þetta var alvennlegu gaur. Já, mjög vel. Það sem er þetta er eins og eitthvað sem getur byrjað að vinna með. Þú veist, hún er kona, já, að sofa hjá annar, eins og það sé eitthvað rosalegt tap. Þú veist, hún er ekki með tipp, það eru korað með tipp, samt að sofa saman. Já, ég ætla að taka eitt í viðbót, það sem að þetta er bara topiki. Þetta er bara ástæðan ég vil fá einhvern úr blokkinu. Ég var líka til að prófa, ef við höfum tíma, það var langar ógeðslega að prófa að hringi einn og segjast þér að skotin í honum. Ég held að það getur verið farið alveg í margar hringi, sko. Já, ok, byrju prófa því það. Já. Gunnur. Já. Komdu sæl og blessu, Haukur heiti ég og býr hérna í stigagangnum hér. Býttu nú, segðu þetta aftur. Haukur hérna á stigagangnum hér. Já. Hæ. Hæ. Herði, ég ætla að hlera þig hérna, það er svolítið sem er að stríða mér og ég er svona aðeins að hlera fleiri nágranna. Á annara hæðinni? Já. Í hvað íbúða? 2 hvað? 2B. Það stendur allt annað út á fjallunniðinni. Já, ég er búin að vera að leigja hérna hjá þeim núna alveg nokkra mánuði, sko. 2B, hann heitir Ingi. Já, hann er að leigja mér. Já, svoleiðis, já, ok. Ég ætla að tjekka hérna og hann var búinn að minnast á þetta við með hann Ingi og ég ætla svona að hlera líka fleiri nágrannana. Já. Þekkir hann að Heiðdís eitthvað? Heiðdísi? Já. Hver er það? Hún er hérna, ég held hún sé á, 4. hæð. 4. já, er ekki svo? Já. Ég var að heyra svolítið skringilegt hana. Já. Sem að ég bara persónulega svolítið hræddu við. Já, hvað er það? Sko, ég var að heyra Heiðdís. Já. Að hún væri að, sko, sofa hjá annarri konu. Heyrðu, þú varst nú bara rugglaður. Þú býrst ekki við hliðin á mér og hún heitir, held ég ekki Heiðdís, þessi kona sem þú tala og þó hún svæfi hjá annarri konu, þá hvað með það? Hún elskar sinn manni að þetta er svo sem ég held að sé, það er bara ein kona á, þetta er mest allt gamalt fólk sem býr þarna. Og mér finnst þetta bara kjaftagangur og vesen og það kemur engum við hver sefur hjá hverjum. Já, en er það ekki, hún er náttúrulega ekki kallmaður, sko. Heyrðu, veistu það að ég bara hef ekki, ég vissi ekki svona skrítið fólk eins og þú væri til yfir höfðu. Þakkaði fyrir að láta mig vita af því, þakkaði fyrir, við kynntu aldrei í mig aftur og þú býrð ekki við hliðin á mér. Finnst þér það? Vá, hún leti heyra það maður. Þetta var, skulum bara segja þetta gott hérna, þetta var stigagangurinn, ég er hálfur hræddur við þetta. Þetta var æðislegt maður. Já, ég þarf eiginlega, verður ekki að láta hann að vita, ég sé ekki við hliðina á henni. Já, þú þórar að hringja. Já, ég verð að gera það. Þetta var stigagangurinn og það er eitthvað, ég gæti verið að vinna meira með þetta, það er eitthvað fyndið við þetta, að vera svona geðveikt fordómafullt svín. 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Topp tónlistarstöðin. We Found Love, þar undan var, já, eitt af mínum uppáhaldslögum í dag, Friki Dór og glaðastu hundur í heimi. Já, þetta er æðislegt lag. Þetta er sérstætt lag sem er á plötunars Dr. Gunnar sem hann að gera. Ég er glaðasti hundur í heimi. Þetta er geðveikt, sko. Já, Frikki er Þeir sem er ekki að fíla þetta eru fílupókar. Það er ekki tökka. Þú þarft bara út fílupóki og fílar þetta ekki. Já, viltu vera fílupóki allt þitt líf? Nei, herðu, ég er með hugmynd. Já, þú ætlaðir að kynna fyrir mér hér eitthvað nýja hugmynd. Ef þú fílar þessa hugmynd, þá ekki bara máttu vera með í henni. Ok. Heldur þá förum við lengra með hana. Nú, er þetta eitthvað sem getur gert okkur ríka? Já, ég er nefnilega held það. Ég held að, sko, ég veit ekki með ríka, en Við Egill heldum að Jean-Claude Van Damme geti gert okkur ríka, en það fór ekki lengra. Ég er nokkuð viss að getur verið ríkir. Ok. Ertu tilbúin í það? Komdu með your $1 billion idea. Ok, ef þú fyrir hana, þá förum við með hana alla leið og ég verði í næstu viku á þriðjudaginn næsta. Já, til já. Þá vill ég pitsinni á okkar fyrirtæki.
Ok, er þetta og fá lögfræðingi sett til að vera vitni að við höfum komið með þessa hugmynd. Er þetta hugmynd sem við getum pitchað á fyrirtæki sem hérna á Íslandi? Já, ok, glæsilegt. Algjörlega. Okay. Ég var með Ölgerinn í huga. Glæsilegt. Það er topp fólk þar. Já. Þetta er sem sagt stór gos sjálfsali. Þú er oft séð þannig. Þú veist, bara svona sjálfsali. Gos sjálfsala? Já. Það minna hafa allir séð þannig. Já, allir. Já. En þú hefur ekki séð hann gos sjálfsala sem ég er að tala. Hvað er öðru í sig þinn? Hvað er öðru í sig? Hvað er ekki öðru í sig við minn? Minn er skemmtilegur. Þetta er skemmtilegasti gos sjálfsali sem þú getur farið í. Hvað er það sjálfsali sem segir brandara eða? Nei, ekki alveg. Og hann er mjög góður fyrir menn svo þig sem eru með smá spilafíkn. Okay. Sko, ímyndaðir, hann er tvisvar sinnum stærri en venjulegu gos sjálfsali. Já, hann er risastór og það er svona skemmtileg hljóð í honum, svolítið svona Alicante Benidorm hljóð einhver. Það er alltaf leið á sem hljóðu samt, sko. Nei, þetta verður mjög góð hljóð. Það er sérstaklega unnin til þess að þú ert að venjast þeim og þú verður alltaf gaman þessu hljóðum. Ok, frábær hljóð, risastór sjálfsali. Risastór. Og hann er með alla þessar góðstegundir. Já, frá Ölgerðinni. Já, svo er hann með einn stóran takka. Og á takkanum er bara svona hönd. Þannig að þú setur höndin á þér á takkan, fattar þú? Já, þú getur ekki valið Pepsi eða 7up eða eitthvað. Þú borgar bara í sjálfsalan, setur hendina hérna, þarna, þá kemur kannski eitthvað ljós og svona, þú veist, svona flott. Ítir takkanum inn, þá færðu bara eitthvað gos. Þú ræður ekkert hvaða gos þú færð. Já, það er þetta spilafíkildininn, minnur þau? Já. Þú veist bara gamla á gos. Algjörlega, þú getur fengið, þú veist, Fanta eða sódavatn eða Pepsi. Nei, þetta var Ölgerðina, farið ekki Fanta. Já, sama hvaða drastlið þetta farið Egils appelsín. Farið appelsín og þú veist, þetta kannski, ég myndi ekki mæla með því kannski að þú ert að koma að einhverju æfingu og þú vilt fá þinn drykk, þá kannski ferði í venjulegan. En þetta er svona bara, ég þyrstur, smá sama hvað ég fæ. En ákkur að fara í kassan þinn og gamla þegar þú getur farið bara og beðu það sem langar í? Af því að það er vinningur í kassan. Nó? Auðvitað. Það er alltaf eitthvað tvist þarna. Ok. Það sem ég datt í hug, að þú veist, það getur verið sko vassflaska. Já, þú fengið skítavinning. Já, það er 2 gildra vassflaska. Jafnvel með eitthvað svona súkkulaðistykki, teipa súkkulaðistykki við hana. Eitthvað svona íslenskt, Malta eða eitthvað. Þú getur líka fengið sko svona í ömulum vinningum. Kannski færðu bara hálfa appelsín. Já, en ímyndaði samt, ef við erum allir félagarnir þarna, alveg gett svona þreyttir og sveittir eftir ykkur átök. Aldrei halda við séum að allir félagarnir og við dettum ykkur geðvikan gýr í kringum hennar sjálfsalaðin, sko. Auðvitað, við erum allir bara, ok, hvað færð þú, maður? Nei, ég fekk Pepsi, maður. Fekkstu vatnið? Þú veist, það fær ykkur vatnið. Þetta er vílík stefn. Veistu hvað er samt, fyndið að fá vatnið? Fekst 2 gildra vatn, búin að eyða 200 kall í þetta. Það viðbjóðslega fyndið. Og með mölið Malta súkkulaði. Teipa við. En hvað er þá svona stóri vinningurinn? Hvað ertu að hef, þú veist? Ég veit það ekki alveg. Færðu kannski stundum 2? Já, eða það getur verið eitthvað annað en frá Ölgerinn í kassanum. Þú veist, það getur kannski verið ein svona einhver útlensk dós. Ég veit ekki með þessu hugmynd. Veistu hvað, getur verið ein svona eitthvað svona, þú veist, ávaksta. Þetta er ágætis hugmynd, en hún er aldrei að fara að gera okkur ríka, sko. Ég heldur sem ekki að fara að selja Ölgerðinu þetta á eitthvað þvílíka pening. En myndir þú fara í hann að kassa? Að þú ert alveg hreinskilin? Ef ég er alveg hreinskilin. Myndir þú prófa að fara í hann einu sinni? Mér finnst rosalega leiðilegt að eyðileggja drauma þarna, en ég myndi ekki nenni hann. Ekki einu sinni? Jó, reynda bara upp á flippa því ég vissi að þú er hannað þetta. Af því að ef allir myndi fara í hann einu sinni, þá var það nú helviti margir sem fari í hann að kassa. Kaupa sig gos. Taktur sem að, komið hefur í rapplæði. 99 Problems, maður. Já, lag hér, Jay-Z, 99 Problems. Hörru, hugmyndir sem ég var að tala um hann? Já, ég heyrði með þess að góðan brandar hérna daginn með Jay-Z þegar konan hans Beyoncé Knowles, eða Bouncing Knowles eins og sem við kallar hana, hún klifti sig stutt, svona, var að klippa á svona strákakoll, þá var talað um að Jay-Z had 100 problems. Það er mjög Já, herðu, með hugmyndina sem ég var að tala um hann. Já. Ertu til í þetta? Ég veit það ekki. Ekki? Annars getum við líka alltaf tekið gleraugun sem fara að syngja kringum eyrun og inn í eyrun og það eru hátalarar. Það er önnur hugmynd. Förum við yfir að setna. Bara fullur og góðum hugmynd. Förum við yfir þetta setna. Ok, en við getum kannski reynt að selja Ölgerðinu þetta. Sjáum hvað þeir segja kannski. Næstu viku. Hérna, ég fór að hugsa að það er hérna á FM-preppinu sem ég fæ sent alltaf fyrir hvern þátt. Þá er endalaust aðeins svona ruglið, það eru kannanir og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég hef lesið þetta áður og ástæðan fyrir ég að lesa þetta núna er að nú er búið að rannsaka það að þetta hefur verið rangt síðast. Því ég man sko fyrir svona 1,5 ári síðan eitthvað var ég að lesa þetta. Þá var talað um að karlmenn hugsaðu kynlíf á 7 sekúndna fresti. Og mér fannst það bara eitthvað rugl.
á þeim tíma. Ég man ekki hvort að Sveppi er þetta með mér og við að vera að ræða þetta. Það getur samt ekkert verið. Það er bara fáránlegt. Veistu hvað 7 sekúndur stutt tími? Já, bara 7 sekúndur sinni ég sagði þetta. Já. Og ég er ekki búinn að hugsa neitt í kynlíf. Jú, reyndar að því ég var að tala um það. En eitthvað, ég fór ekkert að minnskreita en. Okay. En sko, hérna, samkvæmt nýjustu könnun, þá hugsa karlmenn kynlíf á 28 mínútna fresti. Sem að mér finnst ennþá líka bara eiginlega allt og mikið. Það veist, ég myndi alveg að opna mig með það ef það væri þannig. Hvað er þetta að hugsa kynlíf 2-3 klukkutíma, Steindi? Það er það málið og það er talað að konun hugsa það einu svona 51 mínútna fresti. Já, ég hugsa alveg svakalega mikið, sko. Það er það málið? Já, ekki kynlíf samt. Já, ok, já. Ég er að tala um það. Ég er að stríða þér. Herru, nei, ég held þetta sé ekki rétt, sko. Okay, ekki nema, sko, þú veist, þú getur samt eða ekkert sett í spór annara með þetta. Þú veist, sumir eru, sko, en ef þetta væri virkilega graður náungi, svo fyrir að tala um. Já, það er náttúrulega bara að tala um meðaltal. Já, meðaltal, já. En hérna er ég með, það er þrennt, ég ætla að sjá hvað er mikið til í þessu. Hérna er eitthvað þrennt sem að karlmenn hugsa mest um. Ég myndi kannski freka kaupa þetta væri bara svona 4 sinnum á dag. Já, ég held að það væri svona líklegri. Já, ég hugsa að það sé bara svipað hjá mér. Kannski 4-5 sinnum á dag. Ég var reyndar ekki að tala um mig. Nei, en ég er að tala um mig. Þú skeist á það, þannig ekki? Nei, það er eitthvað feimnismálið. Nei, bara græðar en helt. Ok, mér fór að hugsa ég ætla að tjekka hvort að sé eitthvað til í þessu því að það er talað um að sé þrennt sem að karlmenn hugsa mest um og ég er með það fram á mig, ég ætla að sjá hvort að sé eitthvað að marka þetta. Hvað heldur það sé? Hvað hugsað þú mest Steindi á daginn? Hvað heldur þú hugsað oftast um? Ég hugsa ég myndi segja að væri ég veit alveg að það er kynlíf að það þannig að ég ætla bara að hafa það þannig að það er tvennt sem ég þarf að finna hérna sjálfur. Já, það snýr að spyrja bara fyrir utan kynlíf. Það er matur. Það er hárrétt þér. Það er ekki. Jú. Við erum alltaf að hugsa um mat. Ég er til dæmis núna að hugsa um hvað ég ætla að borða eftir. Já, ég líka. Ég er búin að vera að hugsa svolítið mikið um það. Ég ætlaði með þess að stinga upp á að við myndum taka asískan mat. Við getum rætt á eftir. Já, þá þarf ég að eftir. Já, ég til ég. En sko, það sem ég matur, kynlíf og hvað er að þriðja? Hvað hugsaðu mikið um? Ég myndi halda að væri svefn. Það er hárrétt. Er það? Ég hugsa samt ekki. Sérðu þessa könnun, þú hittir naglan gjossanlega höfuð. Karlmenn hugsa mest um mat, kynlíf og svefn og þú sagðir þetta. Akkurat þetta. Ég reyndar hélt að þetta var ekki rétt um sko. Málið er það, ég hugsa reyndar alveg svakalega lítið um svefn. Vistu það? Mér finnst það leiðilegt að sofa. Mér finnst það ekki eins og það þægilegt sko. Finnst það leiðilegt að sofa? Já, mér finnst svo leiðilegt að fara upp í rúm og bara svona eyða næstu klukkutímum bara verðumst að líkjandi. En okkur er þetta alltaf sofandi þá þeir sem gera? Nei, ég fresta því eins og ég get. Já, en bara... Ég fresta því, ég reyni frekar að vaka... Þú ert ekki vaknað fyrir hádegi, sko? Jó, ég reyni að vaka til svona 5 á nóttinni og ég reyni að vera vaknað svona 8-9 á mótnina. En hvað ert að gera á til 5 á nóttinni? Bara eitthvað skemmtilega en að sofa. Ég er að horfa á eitthvað eða spila töluleiki eða eitthvað. Ég veit ekki, skrifa kannski. Call of Duty? Já, bara það er svo leiðilegt að sofa, mér dreymir ekki neitt, það er líka kannski spilarinn, ef mér myndi alltaf dreyma eitthvað, þá var ég kannski svona, já, nú ætla ég að fara að sofa, dreyma eitthvað skemmtilegt. En svo lendir maður líka stundum með svo í gær, þá lendi ég, mér finnst erfiðastur ég kem heim úr vinnunni, ég fer á fótboltaæfingar 2 viku eða eitthvað og þá er það fínt. Ertu að fara að tala um klassísku lögnina? Já, því ég er komin upp í sófa, horfa fréttir og eitthvað og ég er búinn að hugsa, ok, ég verð að passa mig að sofna ekki, fara frekar og sækja mig þá bara eitthvað að éta eða elda eitthvað eða með eitthvað. Sammála. Já, en svo þegar lögnin er að detta inn, þá er hún svo heillandi að ég tími ekki að ekki gera. Ég hugsa bara með mér, fuck it, ég sofna bara. Já, ef ég myndi leggja mig á daginn, ef ég sofni 20 mínútur, einhvern tímann daginn, þá vakna ég lasin. Akkur? Ég verð bara allur ónýtur. Af því þú lagði þig? Já. Ok. Þetta er stórfurðulegt. Já, ég reyndi með sturla staðrind handaði frá NASA. Já, en var ekki komið ljós þess að sturlu staðrindina væri alltaf kolrangar? Var ekki verið að leiða þetta einu núna? Sem þú sagði fyrir nokkrum mánuðum? Nei, þetta er ekkert sturla staðrind, þetta er bara eitthvað sem þetta er eitthvað könnun sem það gerð. Það er ekkert sturla staðrind. Ok, en ég er alltaf með, þú veist, þú getur alltaf fengið augljósa staðrind sem mér, það eru alveg mjög réttar. Perfect blundur er 23 mínútur samkvæmt NASA. Mundu það, það var alltaf að leggja. Förum hér í örstuð skilabóð, svo er það lægi á leiðinni heim og fleira hér eftir smásnund. FM 957 og Carlsberg kynna Gus Carlsberg Party í Garðinum á Hressó á föstudaginn. Gus flytur allt sitt besta efni. Kauptu 10 Carlsberg í næstu verslun og komdu með kvittunum á FM 957 og þú fær 2 miða á Gus. Ég
endurtek. Síðasta Carlsberg partí sumarsins á föstudaginn í Garðinum á Hressó. Gus og allt þeirra besta efni. Kauptu 10 Carlsberg í næstu verslun og komdu með kveiturinn á FM 957 og þú fær 2 miða á Gus. Athugaður, takmarka magn miða í boði. Þetta kallar á Carlsberg. Léttur. Þér ekki boðið! En þú getur keypt miða á miði.is. Gæran.is. Skólinn fer að byrja. A4. Dugleg, duglegri, duglegust. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í ágúst. Frábær tilboð hjá GAP hjólabúðinni, Skemmtigarðinum Grafarvogi, Skemmtigarðinum Smáralind, World-Class, Rocky Reykjavík, Rizzo Pizza og margt fleira. Kynntu þér tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild snillt. Hrefna Sætran bara farin að elda fyrir Dominos. Já, hérna, þetta kallar maður sko gourmet-pítsu. Hvítlaukur, pepperoni, bacon, kirsuberjatómatar, ferskur mozzarella-ostur, ferskt basil, pesto og allt til að styrkja gott málefni. Öll salan rennur til regnbogabarna. Bara dagana 12. til 16. ágúst. Pítsan sem lætur þið líða vel bæði andlega og líkamlega. Pantaðu með appi á netinu eða í síma 5812345. Dominos. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Dagsmúsan heitir Ollie Murs og langbesta lagi sem hefur komið frá honum, Dear Darling heitir það. Virkilega fínn náungi. Já, ég held að þetta sé reyndar alveg ágætistappi. Jú, styttist þér í lagi á leiðinni heim og fleira, en ég var að lesa hérna á netinu að það eru núna yfir 600.000 manns hættir í World of Warcraft. Það er búin að segja upp reikninginu sínum. Út af hverju? Ég veit ekki, ég menn einn af þessum 600.000 er Sverrir Bergmann. Já. Hann var náttúrulega á kafi í þessu. Sko þarna erum við að tala um leik sem þú átt bara annað líf annar staðar. Veistu hvað, þú ert karakter í öðrum heimi, þú ert þar bara, þetta gerist alltaf rauntíma og hittir fólk og tala þetta alveg eins og að vera bara til í alvörunni. Ég hef heyrt ógeðslega sögur. Þú verður farin að míg og skíti í pítsakassan sem hún pantaði þér. Þú pantaði pítsu og skítur í pítsakassan. Ángriðs, þetta er orðið þannig. Þú tímir ekki að fara á klósetti. Nei. Sverrir vinnu okkar, hann var nú ekki komin í, ekki sokkinn svo djúpt. En hann ákvað samt að að hætta með sinn reikning. Og hann, þú veist, menn er að selja reikningana sína eitthvað. En kannski ekki núna, því að, eins og ég sagði, það er bara yfir 500.000 hætt. Já, þú ert búin að, þú veist, búa til eitthvað stórveldi. Þá getur þú allar að hætta. Þá getur þú selt allt stöfið. Það meikar alveg sens. Já, en byrjar þetta svo liði ekki aftur þegar það kemur nýr World of Warcraft? Jú, algjörlega. Þú ert þann svona tölvuleikja fígúr, eða ekki? Jú, en ég Þú ferð á salerni? Ég hef aldrei verið í, sko, ég hef alltaf bara spilað tölvuleiki í leikjatölvum. Ég eitthvað með, þetta er svona, þú veist, þarna ertu komin í PC og eitthvað svona allt miklu starra og ég bara gríp í PlayStation og tek bara Call of Duty eða FIFA eða NBA Jam eða eitthvað, en fyrir heimsókn. Þú ert ekki einhver karakter í öðrum heimi? Nei, alls ekki. En herru, það sem ég langaði samt að tala við þig, þetta var samt skemmtilegt, sko, ég er ánægð með þetta, er að þú ert komin í fótbolta og við höfum ekki rætt það. Þú hefur rætt það svona við einhver aðra. Já, ég er búinn að ræða við Egil og Pétur. Hvað viltu ræða? Sko, í fyrsta lagi, langar mér bara að spyrja það hreint út. Getur eitthvað í fótbolta? Allt í lagi. Engin súperstjarna, sko, en ágætur. Nei. Sko, það sem mér alltaf fundist vera svo lúðalegt er svona þegar einhver í liðinu. Ertu semst að fara að segja ég sé lúður? Nei, ég held nefnilega að þú sitt ekki þannig. En þú veist, ég veit að Rikki G er þjálfarinn og ef hann er að hlusta, þá vill ég að hann hlusti núna vel á mig, sko. Ef það er einhver í liðin ykkar, af því þið eru nú í 4. deild, ef það er einhver í liðin ykkar sem er með ermarnar svona niður fyrir hendurnar, veitir hvað, gaur sem er kallt. Það má ekki. Ef það er þannig gaur, þá þarf að reka hann úr liðinu strax. Ekki bara taka hann út af, það er ekki nóg. Jesper Blomqvist, leikmaður Manchester United var stundum svona, það fór alveg skelvilegt. Þetta er bara skelvilegt. Hversu mikill auðming ertu, ef þú getur í alvörun ekki, þú ert að spila fótboltaleik, ef þú getur, þú veist, ef þið eru svona kallt, þá þarf þetta að hlaupa meira, það er bara þannig. Já, eða verður strax skára að vera með vettlinga. Já, miklu skára. Það er svona hanska, ekki vettlinga. En reyndar leið og menn eru konum með hanska og komin í svona einhverja gammósíur undir, það er líka svona, það er næsti bæri við hitt, sko. Það er samt skára að vera eins og ermandar. Já, við sammála því.
En þú varst sjálfur í fótbolta, ekki? Ég var í fótbolta. En varstu landsliðsmaður? Nei, ég var ekki landsliðsmaður, alls ekki. Þú lögst í einhvern veginn þegar þú varst fullur? Nei, ég fór í svona, þú veist, ég var svona valinn í hóp. Breytist þú rosalega statusiðinn á fótboltamanni eftir bara hvort þú varst drukkinn eða eitthvað? Alls ekki. Ég gerir kannski meira úr því í glasi, ég viðurkenni það. Við sátum ekkert á dönsku og sagðir þú hafi verið gamall landsliðsmaður og það hefur aldrei haft að hætta á eitthvað. Ekki láta svona við mig hérna í loftinu. Herru, málið það, samt ég ætla að vera alveg hreinskilur. Ég var valinn í svona hóp þegar ég var 17 ára gamall, já, og svo fór ég svona æfingar en ég var ekki valinn. Þú varst búinn að breyta þessara sögu. Veistu hvað, ég á marga bikara heima. Ég var ég hef verið að spila með Fylki, Víking, Afturheldingu. En hvað, varstu... Já, alveg pressulið og bollamótinu. Nú er ekkert eitthvað að gera grín af vaxtalæginu, en þú hefur væntanlega verið léttari þá yngri ára, ekki? Jú, það sem gerðist náttúrulega með vaxtalægið mitt, það er náttúrulega bara ekkert flókið. Ég flutti í Miðholti í Mosfellsbæ á sín tíma, var að leiga þar íbúð og hún var beint á móti Kentucky. Og ég fann bara lyktin inn í stofu og var alltaf svona laumast svona millimála. En svo var það náttúrulega líka þessi fræga klassíska saga er að ég keypti mér American Weight Gainer 40.000. Ég ætlaði að fara að byrja að lifta, fór ekki að lifta, kláraði American Weight Gainer 40.000 eða eitthvað á milli mála og eftir dungin var ég 8 kílóum þyngri. Þannig að ef þú vilt tala meira að ég sé bústinn, þá getum við líka bara verið hérna frameftir, sko. Ég held að Rikki G leif okkur alveg að fara yfir á sín tíma og þú drullið mig í allt kvöld. Nei, ég var bara að tala það að þú hefur væntanlega verið í öðru þessi formið þegar þú varst... Ég var þindalust, ég gæti hlaupið endalust. Þegar þú varst landsliðsmaður í fótbolta. Ég held ég geti farið út núna og skokka 10 kilometra. Hvar voru við áttur? Voru við nýri... Nei, ég man ekki, hvar varst að drekka þegar þú varst að tala við mig Ajax og einhver lið? Hvar var ég að drekka þegar ég sagði þér eitthvað? Þegar þú varst að tala Ajax og PSV og eftir. Já, þú ringd í mig úr að spila vítuna einhvers staðar, út í útlöndum. Já, við töluðum lengi saman það. Hvaða lið voru eftir? Það voru bara einhver lið í Hollandi, ekki? Er það bara þegar þú tölur? Hvaða lið voru eftir? Ég tek ekki tát í þessu. Þetta er náttúrulega bara út í höfð. Ok, þú hefur aldrei sagt það, en þú hefur sagt við mig að þú hefur verið landsliðsmaður. Við höfum aldrei spilað fótbolta saman. Þyrfti ég ekki að koma og... Á hverju kemur ekki létti? Ég var að keppa þína menni í Hvíta Riddaranum daginn. Já, ég reyndar alveg djöfullari ánægður þegar við tekið þá maður. Þeir eru náttúrulega með allt niður þessi. Ég reyndar vona samt að þeir fari í úrslitakeppnina, þeir eru að berjast um það. Já, auðvitað. En hérna, ég ætla að taka orðinu. Ég mæti á æfingu á næsta ári. Vel gert. Hérna kemur lag sem er, flott. Herru, svo ég lagið á leiðinni heim í dag. Ég er samt búinn að velja svo geðið lag maður. Skoðum þetta. Steindi, ég get ekki verið með djammi í kvöld sem lagið á leiðinni heim. Hættu þessu, ertu eitthvað geðveikur. Láttu ekki stríða mig svona. Heldur að hlustendur vilja hafa djammi í kvöld lagið á leiðinni heim? Mér finnst það bara ekki fair. Það er mikil skepna, maður. Ég minna, viltu það? Ertu eitthvað geðveikur? Þegið þetta. Herru, hvað varst þú búinn að velja fyrir lagið á leiðinni heim? Ég er komið með lag á leiðinni heim sem er í miklu uppöldunum, en ert þú ekki að hrifin að því? Hvað varstu með? Pearl Jam? Já, Black með Pearl Jam. Já, ég er ekki hrifin að því. Hver heldur þessi hrifin að því? Þriðju dag. Það er allt og heavy, maður. Viltu ekki bara dæli okkur bara beint í æði, ykkur drasli og heilsa ykkur? Það er ekkert of heavy. Sko. Hvað varst þú að spá í? Ég var að spá í... Ég er ekki að spila Jam í kvöld. Nei. Bara glemum því. Það er líka því að það var enginn að biðja það. Það sem ég ætla að biðja að gera er ég væri til að heyra Einar Áttavelda. Nei, hættu það. Þetta er bara alíslenskt og skemmtilegt lag. Já, það þarf að vera til í kerfinu. Það er til hérna í tölvinu á YouTube. Já, ég hef spilað þetta áður fyrir það og það var í skelfilegum geðum. Aha. Já, það er ekkert gaman að vera í bíl. Þú sko, pælingi með laginu á leiðinni heim, það er þú sért einhvers þar í bílnum og kemur það gott lag að þú bara verður að hækka. Þá þarf lagið til dæmis að vera í góðum gæðum svona til að byrja með. Ok, breytum þess aðeins. Á leiðinni heim er gamalt koncept. Á leiðinni út er nýja koncepti. Á leiðinni út? Já, þú ert heima hér, þú ert að hlusta útvarpið. Þú ert á leiðinni út. Við getum haft það alltaf í byrjun þáttar núna. Nú eru margir að skræpa út. Nei, fara að gera hvað? Hvað ert að fara að gera klokkan 6? Út að borða. Út að borða klokkan 6? Nei, hálf 7, alltaf, fyrsta lag. Fólk vil bara heyra góða dinnermusík. Rikki G getur verið með lagið á leiðinni út og þetta. Ok, hvað ætlar að spila? Ég var að spila Black með Pearl Jam. Eigum við að gera eitt? Því að við erum, þú veist, við erum svo eigingjarnir. En ef við gerum eitt, en ef við leifum hlustanda hringin og velja lagið. Það má einhver eitt hringin og segja, ég ætla að heyra þetta lag og það er lagið á leiðinni heim. En ef það er ekki til lagið sem maður biður um?
þá spilum við Einar áttavelta í lélugum gæðum. Já, hvort sem við spilum Einar áttavelta eða Black, þá alltaf komið að lokum hér hjá okkur í dag. Þetta búið að vera skemmtilega þáttur. Já, búið að vera fantastemming hér hjá okkur Steinda og vonandi hafið þið haft jafn gaman að kær hlustendur. Við verðum mættir hér á morgun, ég og Pétur Jóhann Sigfússon klukkan 4. Já, bánsapabbi. Ekki missa því, já, bánsapabbi sjálfur sem alltaf gaman að hitta Pésan. Rikki G mættur hér í stúdíu og ætlar að vera með ykkur til 9 í kvöld. Hann væntanlega með ykkur að veislu fyrir ykkur. Og ég vona bara, kæru hlustendur, að þið séu sammála mér og séu til í þetta hérna lag sem lagi á leiðinu heim. Þetta er Pearl Jam og lagi heitir Black. Þetta er ekkit ofþung. Nei, þetta er ágætt. Það er líka rigning og rók og fólk hefur ekki gott í dag. Já, þá er fínt að fá eitt svona rólegt og gott. Þetta er taktistemninguna. Það var að fá okkur eitthvað gott að geta það. Já, og ef við getum klárað þetta leiðilega lag í bílnum og leiðin okkar. Takk fyrir daginn, Steindi. Bossborgari og kók á aðeins 599 krónur. Aktu taktu, beint í bílinn. Spjaldtölvur frá Sony, Lenovo og Samsung. Verð frá 24.900 krónum. Verslanir Nýherja, Borgartúni og Kaupangi. Samfilm kynir. I have a smidge of marijuana down in Mexico. Drug dealing? No, it's smuggling. We're the Millers. We're the Millers. You got me moving enough weed to kill Willie Nelson. Eina fyndnustu grínmynd þess árs. We're the Millers. Frumsýnd 14. ágúst. Ísland mætir Færeyjum í vináttulandsleik á Laugardalsvelli á miðvikudag klukkan 19:45. Tryggðu þér miða á ksi.is og miði.is. Styðjum strákana okkar. Allir á völlin. KSI. Laugardagur stöðu 2. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. FM. Rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Sure, the characteristics, the right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for 'em. Call each other behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. In the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good